Tommy, komdu. Komdu hérna. Nei, ekki núna. Mamma, hvað er það? Hvernig var skólanum í dag? Það er fínt. Farin í vinnuna. Þú getur kannski komið mér í búðir, við getum kannski fundið eitthvað sætt um þér. Já. Komum. Hey, þú verður að koma heim strax. Komdu bara. Ertu svona að komast að einhverju? Já, sko, ég grunar að einhver hafi verið með þessa sígarettu og kastaði inn í húsið. Ég var nýbúin að mála það, ekki satt? Það er svona eldfeitt efni í málningunni. Já, þá hefur kveiknað á bátnum. Mikill eldur var á Langholtsvegi 1 í dag. Núna segir Kristín frá því. Yfir að þig, Kristín. Takk fyrir það. Ég er stödd hér á Langholtsvegi 1 þar sem mikill eldur var settur til dags. Rannsóknarlögreglan rannsakaði málið og komst að þeirri niðurstöðu að kveikt hafi verið í og eldurinn borist með reglum málningsins. Ég er búin að búa fyrir ykkur. Takk, mamma. Hæ, er Manda heima? Já, býta aðeins. Manda, það koma gestir. Hæ, getur líka fengið að tala við mömmu og pappa? Já, en pappi er reyndar ekki heima en það er alltaf leið. Hvað er bara inn? Ok. Ég veit hvað kveikti í húsinu ykkar. Nú, hver? En sko, á ég. Ha? Af hverju kveiktir í húsinu okkar? En sko, það var alveg óvart. Ég var plataður í að reykja og svo í fyrra dag þá voru ég og vinir mínir að einhver staðar úti að reykja og ég henti úr sígarettin í húsið. Ég hef með hugmynd hvernig við gætum kannski leyst það. Á morgun í skólanum þá ætla ég að koma með krukku og ég ætla að biðja allir í bekknum að tala við alla sem ég þekka sem reykja. Og þá munum við vonandi geta látið ykkur sem reykja eyða sama pening í sjóðinn í staðinn fyrir að kaupa sígarettur. En sko, ég vildi segja ykkur út því að ég hef ógeðslega mikið samviskubit. Þetta er frábær hugmynd hjá þér og líka mjög hugrætt að þér að koma og segja okkur frá því hvað gerðist. Væri til ég að láta ykkur bara vita hvernig þetta gekk þegar við komum frá í krakkan. Gerum það ekki að segja. Bless, bless. Bye. Bless, bless.
Heyriði krakkar, hann Mattías ætlar að segja okkur orð. Svo þið vitu öll að kviknaði í húsinu hennar Möndu. Flest af ykkur vita kannski hvernig það gerðist. Já, það varst þú. Krakkar. En ég fekk hugmynd hvernig við ættum að leysa þetta allt. Við tölum við alla sem við þekkjum sem var að reykja og við biðum að hætta því svo að þið eyða minni penning í sígarettur og meiri penning í sjóð sem ég ætla að stofna til að byggja húsið hennar Möndu aftur. Þá ef það eitthvað sem þekkir eitthvað sem reykir, þá þurfa að vera að biðja penning og fá að setja hann hérna ofan í. Mamma og pappi, má ég stela við ykkur? Vitið þið hvernig það kviknaði í húsinu hennar Möndu? Það voru þetta sígaretturnar vilja hætta að reykja og í staðinn fyrir að eyða peningum í sígarettur, þá frekar setja peningin í sjóð til að endurbyggja húsið hennar. And alone the moment you're gone. Empty heart, empty soul, the feeling takes its toll. When you leave I feel so hollow, and I don't know what to do when you're not here right by my side. As if the sun goes away, it starts raining every day, and outside there's no light.